Komið sæl og velkomin í hádegisviðtalið. Stjórnarformaður Kaupþings sagði í fréttum að krónan væri nokkurn veginn að deyja og það ætti að taka upp evru, eða minnst ást í umræðu það. Seðlabankastjóri Davíð Oddsson hefur sagt að þessi umræða sé springhlægileg nánast. Pétur H. Blöndal, formaður efnahags- og skattanefndar Alþingis. Krónan að deyja? Ég hefði nú spurt þessara spurningu fyrir svona 20-30 árum þegar að endalaus verðbólga og endalausar gengisfellingar ríðu yfir. Nú krónan mjög sterk, það jafnvel til vandræða hvað hún sterk og ég tel að þessi umræða sé nú ekki endilega mjög brýn núna. Hins vegar rétt að ræða alltaf að stöðugt kostu og galla ýmissa þátta í efnahagslífinu og það sem við erum að horfa upp á núna eru mjög miklar breytingar. Við erum að sjá íslensk fyrirtæki verða að alþjóðlegum fyrirtækjum. Flest þessi útráðsfyrirtæki orðin mjög stór alþjóðleg fyrirtæki, jafnvel og alþjóðamælikvarða eru orðin sæmilega stór. Og það krefst náttúrulega nýra hugsunar og nýra viðbragða og ég sé ekkert að því að alþjóðleg fyrirtæki hafi hluti af sitt skráð í erlendri mynt, hvort sem það evra, dollar eða pund. Ég sé heldur ekkert að því að alþjóðleg fyrirtæki færi reikninga sína í einhverju annarri mynt heldur á krónunni. Ég tel að mjög eftirsóknarvert og það eitthvað sem við þurfum að gæta að þessi stóru erlendi fyrirtæki hafi höfuðstöðvar áfram á Íslandi og það eitthvað sem við þurfum að búa til umhverfi fyrir þessi fyrirtæki þannig að við geta haft höfuðstöðvar í Íslandi því að það skila þjóðarbúinu geysi miklum arði og gefur hérna mikið að hálaunastörfum á Íslandi og gefur bara heilmikið í Íslands bæði menningar og atvinnulíf. En nú Straumur Burðaráss farin að gera upp í evrum og þitt gamla fyrirtæki Kaupþing sem langstærsta fyrirtæki landsins að boða slíkt? Já, mér finnst bara ekkert að því. Við þurfum bara að líta á þetta að þetta eru alþjóðleg fyrirtæki. Kaupþing núna með efnahaginn 15% í Íslandi, allt annar erlendis. Straumur ég veit ekki prósent nákvæmlega, það yfirgnæfandi meirihluti bæði tekna og eigna eru erlendar og svo komin erlendur hluthafar inn. Ég sé bara ekkert að því að alþjóðleg fyrirtæki hafi færi sinni reikninga á sitt hlutafé í annarri mynt. Við þurfum bara að búa til umhverfi hérna í Íslandi sem mætir því þannig að þetta sé nokkuð viðstöðulaust. Nú svo náttúrulega ýmislegt að gerast í heiminum varðandi myntir. Ég var í Kazakstan fyrir stuttu og í Albani og það ekki neitt vandamál. Maður borgar bara með krítakortinu sínu og þetta gengur bara viðstöðlist í gegn og skiptir engu máli hvað myntir í viðkomandi landi. Þannig að þessi umræða rauninni, það má segja að tækni sé að taka fram fyrir henni. Ég hugsa eftir nokkur ár þá verður þetta miklu minna mál. Fyrir utan það að peningar eru svo til að hverfa úr umferð. Ef fólk spurt hvað með veskinu sínu þá það yfirleitt mjög lítið af peningum. Þannig að sérstaklega í Íslandi erum við búin að taka stórt skref inn í bara rafræn viðskipti almennt og þá ekkert megin mál hver myntin og ég hef nú tekið undir það að það sé tiltölulega einfalt að taka upp erlenda mynt, hvort sem það dollari, pund eða evra bara með einhliða ráðstöfun. Það eina sem munurinn á því að ráða yfir myntinni með Seðlabanka það það að menn geta látið sér dreyma það að hafa áhrif á alls konar ráðstafanir Seðlabankans. Þeir sem að vilja ganga í Evrópusambandið þeir gleyma því oftast að ég held að sé nálega spori vona að Ísland hafi mikil áhrif á Seðlabanka Evrópu. Ég held að það draumsýn og það að Seðlabanki Evrópu fara með 400 milljón manns fara að taka tillit til Íslands atvinnulífs í ákvörðunum sínum, það líka draumsýn. Þannig að það rauninni ekki stór munur á því að vera aðili að Evrópusambandinu og stjórna, hafa pínulítil áhrif eða engin áhrif á Seðlabanka Evrópu og það að standa utan við og bara kaupa þær evrur sem við þurfum að nota. Það munurinn, það þarf að kaupa evrurnar sem við notum en eins og ég sagði þá notkun á peningum í viðskiptum sífellt að minnka. Það segja raunverulegum útgefnum peningum.
En hvað þýðir það þegar fyrirtæki eru farin að gera upp í evrum, stór fyrirtæki eins og Kaupþing, Stefnirað og Straumburðarás? Hvað þýðir það í raun? Er þetta skrefi í þátt að fyrirtækin hreinlega fari? Þú talar að þau þurfa að búa þeirra umhverfi? Ég sé alls ekki. Ég sé til dæmis ef að stór alþjóðleg fyrirtæki myndu ákveða að setja höfuðstöðu sinni í Íslandi, þá hefði það í rauninni enga breytingu fyrir hvernig færa reikninga sín og annað slíkt. Það þarf ekkert að gera og við þurfum að búa til þannig umhverfi að það hafi enga breytingar för með sér viðkomandi fyrirtæki. Við sem það sveigjanlegt umhverfi að fyrirtækin geti ákveða að færa hlutafé í þessari mynd og reikningana væntanlega í sömu mynd til einföldunar fyrir hlutafa að skoða. En svo þurfum við að hafa alltaf umræðu það hvort að ég taka upp evruna eða pund eða dollar eða halda krónunni. Krónan hefur gefið okkur hún gefið mjög góða raun í rauninni og menn með ekki gleyma því og umræðu að ganga í Evrópusambandið í mínum huga sama og afsal fullveldis og fullveldi hefur bara gefið okkur mjög góða raun síðan við fengum það á sínum tíma og ég hugsa að margir Íslendingar sé ekki tilbúin til að afsala þessu fullveldinu. En ef fleiri fyrirtæki fara í þessa leið, stór fyrirtæki og að gera upp í evrum og svona, er þá ekki vægi Seðlabankans orðið miklu minna og er þá kannski hlutverk hans orðið eitthvað óljósara? Sko, það er ekkert hlutverk Seðlabankans að stýra alþjóðlegum fyrirtækjum. Nei. Það er að stýra innlendu efnahagslífi, hinum venjulega Íslending sem að taka sín lán og stunda sína neyslu. Það og hefur sín laun. Það hlutverk Seðlabankans. Hins vegar hefur verið bent á það að það sem að vægi verðtryggðra peninga svo mikið á Íslandi, þá hafi Seðlabankinn tiltölulega lítil áhrif. Þess að hann hefur eingöngu áhrif á óverðtryggða hluta lánamarkaðins sem fjármálamarkaðins sem bundin krónum, óverðtryggðum krónum og það ekkert mjög stór hluti af lánamarkaðinum. Öll íbúðalán meira og minna verðtryggð, stór fyrirtæki allavega eru mikið í erlendri mynt og þetta orðið miklu sveigjanlegra kerfi heldur en var og sumir hafa bent á það að Seðlabankinn ráðstafana hans slá eiginlega tilbaka og virki öfugt. Þannig að sérstaklega þegar menn fara að gefa út svokallað jöklabréf að það virki þannig að þegar Seðlabankinn hækkar restina þá styrkist krónan og sem að veldur þá því að erlendar vörur á Íslandi lækka í verði, bílar og svo framvegis sem eykur svo eftirspurn. Þannig að vaxtahækkunin kemur fram sem aukin eftirspurn sem er alltaf þveröfugt við það sem fræðin kenna. Þannig að menn þurfa að fara aldrei varlega í þetta en ég tel að króna sé mjög sterk. Menn hafa verið að kvartundar hvað hann mikið sterk. Jú. En er ekkert þetta umhverfi sem íslensk fyrirtæki eru ekki ný, til dæmis fyrirtæki ferðaþjónustu og annað, að vera með krónu og síðan kannski verðskrá segjum í evrum eða dollarum eða eitthvað slíkt? Þetta umhverfi sem að fyrirtækjum allan heim búa við í ferðaþjónustu. Það jafnt í Sviss eða Austurríki eða í Ítalíu að þar menn að gefa upp verðskrá í einhverju mynd og í því landi sem eru að selja ferðirnar í og síðan þurfa að umreikna yfir og taka gengisáhættu. Fjármálamarkaðina hafa fyrir löngu þróað aðferðir til að minnka þessa áhættu með framvirkum samningum gengi og það eru fyrirtæki í auknum mæli að nýta sér. Þannig að sú áhætta gengisáhættan geta menn keypt sig frá. Hins vegar finnst mér að við þurfum að fara að ræða í alvöru vegna þessari miklu umræðu evruna, kosti og galla hennar. Menn hafa nánast eingöngu rætt kostina. Ég ætla að spyrja, hverjir eru kostur og gallar við evruna? Menn hafa rætt það að vextir munu lækka þegar tekinn upp evru og líta það sem mikinn kost. Ég vil bara minna þess sömu menn á það að þegar vextirnir lækkuðu, þegar mitt Kaupþing fór inn á húsnæðismarkaðinn og minnkaði vaxtamunin hjá sér nánast inn í 0, að hvað gerðist? Íbúðir hækkaði. Það bara að fylgja vískurinn. Og ef við myndum lækka vexti enn frekar með því að taka upp evru niður í kannski 1 eða 2% raunvexti, ég veit ekki hvar íbúðir myndi enda. Þannig að við sæjum aðra holskefla af íbúðarshækkunum ef vexti myndi lækka með upptöku evrunar. Og það er svona hluti sem við þurfum að átta að sjá að það er ekki bara plúsar, það er líka mínusar. Fyrir utan það að ef að Íslendingar eða myndaðist verðbólga á Íslandi í evrunum, þá gerist það ekki þannig. Heldur gerist það þannig að fyrirtæki var á hausinn.
og það verður atvinnuleysi. Í Evrópusambandinu því miður viðvarandi atvinnuleysi búið að vera í sko marga áratugi. Þannig að ég ekkit viss það að ég myndi vilja kaupa evruna því verði. Að geta ekki brugðist við sér íslenskum aðstæðum. Það vil líka svo til að Íslands atvinnulíf enga veginn í takt við evrópskt atvinnulíf. Við erum oft á tíðum í öðrum takti. Við flytjum út sjávarútvegsafurðir og orku og verð á þeim afurðum ekkert í takt við það sem að framleiðsla Evrópuríkjanna gengur í. Þannig að ég hugsa að við myndum missa ansi mikinn möguleika á að stýra íslensku atvinnulífi þegar að mikil þensla eins og núna eða þegar kemur kreppa eins og getur komið að þá þarf krónan að geta stillt það af. Viðskiptaráðherra hefur sagt að atvinnulífið þrýsti mjög á upptöku evru eða mjög evru umræðu? Já, ég get vel skilið það að fyrirtæki sem að flytja út og kaupa inn í evrum að þau vilja náttúrulega minnka þetta viðnám sem að krónan að þurfa alltaf að vera að skipta og háð og kaupa sér frá áhættunni eða taka áhættuna að því að gengið hækki eða lækki og ég get vel skilið það að menn vilja hafa einföldun en ég ekkit viss að þeir menn myndu vilja horfa framan í það ef að verður verðbólga og þeir ráða ekki lengur kostnaðinn að þeir þurfa að fara að loka fyrirtækjunum sínum. Ég að þá komum krafum það að hætta evruna aftur. Davíð Oddsson, seðlabankastjóri og fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokks og forsætisráðherra, hann talaði að þegar væri verið að flytja inn einhverja menns til að segja einhverja bölva að vitleysu í þessum efnum, það væri sprenghlægilegt. Þetta sprenghlægileg umræða og útspil? Hann sagði ekki að umræðin væri sprenghlægileg. Hann sagði að það að einhverju spekingar frá Evrópusambandinu, þær koma til Íslands og gefa okkur ráð hérna á Íslandi, kannski án þess að setja sér nægilega vel inn í bæði forsögumála og íslensk atvinnulíf að það væri sprenghlægilegt. Auðvitað eigum að ræða þetta okkar forsendum og kosti og galla og mér finnst bara gott að menn taki upp þá umræðu á íslenskum forsendum af fólki sem hefur kynnt sér íslensk atvinnulíf nægilega vel. Þannig að hann var ekkert að segja það að umræðan okkar á milli væri sprenghlægileg heldur þessi erlenda ráðgjöf. Rétt alveg í blálógin, Pétur, þú er nú búin að fara ýmis rök fyrir krónu og evru, en heldur að margir Íslendingar líti á krónuna með tilfinningalögum, út frá tilfinningalögum sjónarmið frekar en út frá hagfræði? Vissulega mynt hluti af sjálfstæði þjóðar og ég hugsa að þegar að menn tók upp krónuna á Íslandi þá hafi nú farið svona hitastraumur hjarta á mörgum þegar við verðum með eitthvað eigin krónu. Það hins vegar breyttist þegar að verðbólga var sem mest og vandræði með krónuna voru sem mest því að hún hefur því miður hérna áður fyrr gengi hérna miklar hörmungar. Núna síðustu svona 10-15 árum þá bara krónan staðið sér ljómandi vel bæði varandi hvað hún rýrna lítið og hvað hún sterk og þetta er alveg mynt en auðvitað hefur hún alltaf hangandi við sig sem Sigur Einarsson benti á að hún lítil, hún verður og verður alltaf lítil. Pétur Blöndal, takk fyrir þetta og þar með ljúkum við á þessu viðtalinu. Verið sæl.